Það standi við mikla framkvæmdir hér í Jónsabúð á Grenivík. Hvað að vera? Já, ég veit ekki alveg hvar ég á að byrja á þessu en ég kannski ekki byrja þar að þegar við fórum í aðalskipulagsgerðina þá vorum við öll sammála það að okkur fyndist að þyrfti að vera miðbær á Grenivík og það kannski brosa nú sumir að því að tala miðbæ í 300 manna þorpi en maður sér til dæmis eins og bara Siglufjörð og Ísafjörð hvað gaman í hverju þorpi og bæ að hafa góðan miðbæ. Og þess vegna hugsuðum við strax að það væri nú gaman kannski að reyna að gera svolítið meira úr þessu húsnæði heldur en var. Það var hérna eiginlega bara veitingasala og Jónsabúð, svolítið starfsemi í viðbót. Þetta hús það var byggt 1982 og hafði eiginlega ekki neitt verið viðhaldið síðan þannig að það var alveg komið tími á að virkilega gera endurbætur á því. Og við sáum að ef þetta hefði bara verið búðin hérna og veitingasala þá hefði það kostað svo mikið að það hefði aldrei hægt að borga leigu af því, bara svo starfsemi. Þannig að við sáum það að ef við yrðum með meiri starfsemi og nú á skrifstofur Grýtubakkarins að koma hérna inn og Sparisjóðurinn og þá hver fermetri mjög vel nýttur og þá getur þetta borið sig. Þannig að við keyptum í fyrra húsið, það reitir áttu húsið og byrjuðum að hanna og framkvæmdir byrjuðu 1. febrúar og þú sérð að það hafi verið í þessu fullu og við ætlum að vera búin í lok maí með veitingasöluna og búðina og hitt verður svo búið í haust, einhvern haustdögum, Sparisjóðurinn og hreppurinn. En hvað, þetta hljóta að vera kostnaðarsamar framkvæmdir, þið eru að gjörsamlega umbreyta húsinu hérna? Já, þetta kostnaðarsamt og þess vegna maður nú búin að velta þessu mjög vel fyrir sér því að maður, þetta eru margar milljónir og maður fer ekki í svona laga nema að vita nákvæmlega hvað maður að gera og þegar við vorum búin að skoða málið mjög vel að þá sáum við það að þetta væri ábyggilega það sem að íbúarnir vildu helst sjá peningana sína fara í. Því að ég viss það er alveg sama hvaða íbúa Grýtubakkarins ég myndi spurja, það myndi allir segja það, við getum ekki hugsað okkur að missa búðina. Og það er alveg kjarnin í þessu að við getum haldið góður í verslun hérna, því hún með mjög gott vöruúrval og mjög fín búð og svo bara vonum við að það verða enn fleiri sem að versla hérna eftir þetta verður svona flott og fínt og færri komið með innkaupapókana frá Akureyri. Man getur séð einmitt fyrir sér að þetta gæti orðið svolítið lífleg stemming hérna, einmitt þú ferð bara í bankan og í búðina og á sveitarstjórnarskrifstofuna nákvæmlega. Á sama stað. Já. Það getur verið það og svo verður veitingasalan, hún verður mjög skemmtileg og ég veit að það verður boðið upp á ýmsar uppákomur þar og það voru boðið upp á mat og svo ímynda ég mig nú að menn horfi hér á enska boltan og svona. En hvað með gömlu sveitarstjórnarskrifstofunar, þær eru núna í gamla skólahúsinu hérna, hvað verður það þá? Já. Sú bygginga síðan 1925 og hafa þetta mjög vel byggt á sínu tíma og við erum einmitt að byrja á því núna að hugsa og hanna hvað verður þetta hús. Það ekki búið ákveða neitt en ég sé það fyrir mér að það verði kannski einhver skrifstofustarfsemi þarna niðri og svo kannski bara menningarhús uppi, við erum með tónlistarskólann þar núna og það var hægt að gera salinn mjög skemmtilegan og svona þetta menningarstarfsemi þarna.